Hirðingjarnir nytjamarkaður á Höfn þar sem allur ágóði rennur til góðgerðamála í heimabyggð. Þessi félagsskapur hófst með lítilli hugmynd á kaffistofu á hjúkrunarheimilinu þar í bæ árið 2012. Ég frá Vopnafirði og ég fer oft á Vopnafjörð og þar sá ég nú bara nytjamarkaðinn hjá þeim, hirðfíflinn, og list svona vel á. Og mér fannst svona að við ættum að geta gert þetta líka hér á Höfn. Og þegar ég kom frá Vopnafirði og fór að vinna á Skjólgarði, þá bara bar ég þetta upp við vinnufélagana og þær tóku strax vel í þetta og við fórum að leita bara að húsnæði. Og það gekk nú svona þokkalega, við fengum fljótlega 30 fermetra rými sem það hafði verið verslun sem var löngu hætt. Þannig við vorum þar í 5 ár, þá var það rými orðið og lítið og þá fórum við aftur á stúfana að leita stærra rými og þá leituðum við til Skinney Þinganes og þeir tóku vel í þetta og voru með þetta rými hérna. Þetta var mötuneyti sem hafði ekkert verið notað lengi, þannig að við fengum hérna rúma 200 fermetra til að koma með dót í og við erum búin að vera hér í 5 ár og við borgum enga leigu, þannig að við bara græðum og gefum til samfélagsins. Hvað það svona helst sem fólk að koma með á svona nytjamarkað? Það nú alls konar borðbúnaður og húsgögn og rafmagnstæki og það bara margt, bara ýmislegt sem að kemur. Í þessi 10 ár sem við erum búin að vera með þá bara kemur nú bara jafnt og þétt til okkar. Fyrir opnunina fyrir 10 árum þá náttúrulega þurftum við að hafa eitthvað í búðinni, þannig að við fórum í skápa og skúffur heima hjá okkur og tókum vel til og eiginmennirnir eru enn að spyrja hvar frímerkjasafnin séu og glösin segir þeir fengu 50 afmælisgjöf og ég segi að þetta sé bara í efstu hillunni eða neðstu eða einhverstað þar á milli. Þannig að þá bara málið útrætt, það ekki leitað meira. Þannig að það hefur ýmislegt verið selt sem að kannski var bara heima hjá okkur. Já, og það eiginlega ágætt að þeir kom ekki mjög oft í búðina í byrjun því það var margt kunnulegt fyrir þá. Já, þær hafa sannað sig á þessum 10 árum þessar duglegu konur. Byrjuðu með hálftóma búð en Hornfirðingar voru fljótir að koma með eigulegt dót og brátt var þetta vinsælasta búðin í bænum. Já, allavega á 50 á milli 6:30 og 6:30. Við erum að fá svolítið að tekkhúsgögnum og bara alls konar gömlu. Hvernig þetta verðlagt? Þetta nú bara eftir í hvernig skapið við erum. En það margt sem rekur á fjörur hirðingjanna sumt sem enginn veit hvað og þá googla þær bara. Elisabeth, hvað haldið þetta sé? Við höldum þetta sé gerviliður í mjálma aðgerð. Þannig að ef einhver á leiðinni í aðgerða þá erum við með til sölu. Það dýrt að fá svona á spítulum þannig að að gera kaupa þetta hjá okkur. Við erum með annan minni. Já, kannski, ég veit ekki, kannski þetta, nei ég veit ekki meir. Kannski bara í öxlina? Kannski, Við erum nú með svona svolítið kúnnahóp sem kemur alla 50 daga, bara, en svo mikið útlendingar sem koma kannski í vinnu hérna og þurfa að fá íbúð og þurfa að kaupa inn í hana, þá hægt að gera góð kaup hér. Og svo svolítið að veitingastaðirnir kaupa hérna, kaffihúsin og matsölustaðirnir, þeir eru svolítið spenntir fyrir að kaupa svona kannski skrýtna hluti ef þeir komast í það. Og bændagistingin, þeir kaupa mikið, þannig að þetta bara breiður hópur. En þið náðu út fyrir þetta svæði ykkar hérna á Höfn, það ekki? Með hvaða ráðum gerið þið það? Við erum með netverslun. Já. Og nýjar myndir koma yfirleitt á miðvikudagskvöldum svo opið hjá okkur á 50 dögum, þá oft búið að selja svona hitt og þetta, já, fyrir fram svona. Sendið þið hvert á land sem og svo heitir auglýsingunum? Já, við gerum það. Já, en svo fer ágóðin til svona góðgerðamála hérna. Við höfum mikið gefið til hjúkrunarheimilsins, að því við vinnum þar þá svona sjáum við svona hvernig landið liggur þar svona stólar og annað orðið þreytt og þá kaupum við höfum keypt hægindastóla
og matarstell, við bara kaupum allt mögulegt. Þannig að það ágætt að þekkja okkur. Og kirkjan hefur fengið pening og málefni fatlaðra og bara það mætti telja endalaust. Já. Það er mjög gott að vera í þessu húsnæði þar sem við borgum ekki leigu, þannig að við erum bara mjög þakklátir skilja þingarnas.